Býð ykkur velkomin á 355. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann setta. Það eru smá tæknilegir örðugleikar, þannig að í þetta sinn erum við í hljóði en ekki í mynd, en engu að síður erum við í beinni útsendingu í streymi á heimasíðu Fjarðabyggðar. Dagskrá fundarins í dag er eftirfarandi. Það eru fundargerðir bæjarráðs númer 801 og 802 sem verða teknar saman til umfjöllunar afgreiðslu ef engin hreyfa við því andmælum. Síðan er það fundargerð fræðslunefndar númer 126, fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 27 og síðan undir liðnum almenn mál eru 3 mál. Það er deiliskipulag Dalur athafnasvæði, deiliskipulag Norðfjarðavegar og nágrennis að gangnamunn á Eskifirði og síðan erindisbréf ungmennaráðs fyrri umræða. En þá er okkur ekkert að vanbúnað og við göngum til dagskrár og fyrst á dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs númer 801 og 802 og ég ætla hérna í upphafi að vekja athygli á því að í fundargerð bæjarráðs er 802 er fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar og þar er einn liður sem að við munum taka fyrir sérstaklega til afgreiðslu hér á eftir þegar við fjöllum þá fundargerð. En orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Stefán Þór Eysteinsson, formaður bæjarráðs, við biðjum orðið gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Langar aðeins að tala undir fundargerð bæjarráðs 802 og fara þar í mál 22 sem snýra grunnskólanum á Eskifirði. Við fengum sem sagt niðurstöður úr rakamælingum á neðstu hæðinni og þær komu svona betur út en áhorfist í upphafi allavega, þannig það eru jákvæðar fréttir þar og í raun og veru í framhaldi af þeim fregnum þá hefur framkvæmdasvið unnið mjög hratt í því að koma framkvæmdum á stað og setja saman verkáætlun sem hefur verið til umfjöllunar í mannvirkja- og veitunefnd síðast og er að vissu leyti hér undir líka. Það er í raun og veru bara gleðiefni að meiri raki hafi ekki fundist þarna á neðstu hæðinni og eins og hlutinni líta út núna þá getur þetta bara gengið ansi hratt og örugglega fyrir sig. Þetta er mikið gleðiefni og við bara bindum mikla vonir við að skólinn verði komin bara í eins fulla notkun og hægt er sem fyrst. Það er bara mjög jákvætt þar. Nú undir liðum 2.3 og 2.4 þá fengum við inn sviðsstjóra eins og við höfum lagt upp með á sínum tíma og hefur verið kallað eftir og þetta var gríðarlega góðar umræður sem mynduðust inn á fundunum og fengum gríðarlega góða yfirsýn þeirra sviðsstjórana á hvernig hlutinni líta út og þeirra sýn á framtíðina í báðum þessum málaflokkum þá málefnum fjölskyldusviðsins og framkvæmdasviðsins. Og þetta var bara gríðarlega góð umræða sem ég held að mun nýtast okkur vel í fjárhagsáætlunargerðinni sem er framundan og þetta er auðvitað eitthvað sem ég sagði áðan, eitthvað sem við ætlum alltaf að gera mun oftar og munum halda þessu áfram núna, taka þetta inn eins oft og þörf þykir. Já, það er sundagsjáin en ekki meira frá mér í bili. Takk fyrir það, Stefán. Orðið laust þessa fundargerð. Mér sýnist enginn vera að biðja orðið og þá ætla ég að bera upp fundargerðir bæjarráðs númer 801 og 802 til samþykktar bæjarstjórnar þau sem það samþykkja vinsælast gefamerki samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í næsta lið sem er fundargerð fræðslunefndar númer 126 og orðið laust þá fundargerð. Mér sýnist enginn vera að biðja orðið og þá ætla ég að bera fundargerðina upp til samþykktar bæjarstjórnar þau sem hann að samþykkja vinsælast gefamerki. Fundargerðin er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 27 og eins og ég kom aðeins inn á hér í upphafi fundar þá ætlum við að taka fyrir lið númer 10 hér sér og leggja fram þá tillögu að honum verið vísað aftur til nefndarinnar til frekari umfjöllunar. Þannig að
Nú er orðið laust fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar að undanskildum lið 10 og það er Þuríður Lilja Sigurðardóttir, formaður umhverfis- og skipulagsnefndar sem við böðum orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir starfsmenn. Mig langaði að koma hér aðeins upp undir fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Það var svo sem ekki mikið sem að kannski er svona vert að minnast á þar, en það er einna helst mál 4.2 og 4.3 sem að okkur fannst mjög áhugaverð og mikið gleðiefni að þar var sótt annars vegar byggingarleyfi fyrir iðnaðarhúsnæði og hins vegar lóð undir iðnaðarhús sem að sýnir okkur að iðnaður heldur áfram að blómstra hér í Fjarðabyggð sem er mjög jákvætt og við fögnum því og það eru spennandi verkefni framundan sem að ég held að eigi eftir að verða enn frekari lyftistöng fyrir samfélagið. Og svo var það einnig framkvæmda leyfi til gatnagerðar í Hrauntúni og Breiðdalsvík sem er einnig mjög jákvætt. Þetta er gatnagerð sem að hefur verið þörf lengi, þannig að það er bara virkilega jákvætt að það sé loksins verið að fara í þá gatnaframkvæmd sem ég held að verði öllum fyrir góða og ábyggla mikil gleði með á Breiðdalsvík. En annað var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Þuríður og þá er orðið aftur laust fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Það eru enginn að biðja orðið og þá ætla ég að bera upp fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 27 til samþykktar bæjarstjórnar, þau sem hana samþykkja vinsælast gefa merki. Fundagerðin er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og þar kemur fyrst deiliskipulag Dalur. Takk. Þarna fór ég aðeins of gist. Við eigum eftir lið 10 í fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 27. Og fyrir fundinu liggur þessi tillaga að við vísum þessum lið til frekari umfjöllunar í umhverfis- og skipulagsnefnd og orðið er laust þá tillögu. Það er enginn að biðja orðið og þá ber ég upp tillögum að vísa lið 10 í fundagerðinni til umhverfis- og skipulagsnefndar 9 upp til samþykktar þau sem það samþykkja vinsælast gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og fyrsta málið þar er deiliskipulag Dalur athafnasvæði og hér liggur fyrir fundinum tillaga að auglýsingu á nýju deiliskipulagi fyrir Dalur athafnasvæði. Umhverfis- og skipulagsnefnd hefur samþykkt auglýsingu skipulagsins og hún kemur hér til umfjöllunar og afgreiðslu í bæjarstjórn. En orðið er laust þennan lið. Það er enginn að biðja orðið og þá ber ég upp til samþykktar bæjarstjórnar auglýsingu að nýju deiliskipulagi fyrir Dalur athafnasvæði. Þau sem það samþykkja vinsælast gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í næsta lið sem er deiliskipulag Norðfjarðarvegar og nágrennis að gangnamun á Eskifirði og hér liggur fyrir fundinum tillaga að auglýsingu á breytingu á deiliskipulagi Norðfjarðarvegar og nágrennis að gangnamun á Eskifirði þannig að hluti þessum nærinn á skipulagssvæði Dals athafnasvæðis verði felldur úr gildi og orðið er laust þennan lið. Það er enginn að biðja orðið og þá ber ég upp til samþykktar bæjarstjórnar auglýsingu á breytingu á deiliskipulagi Norðfjarðarvegar og nágrennis að gangnamun á Eskifirði. Þau sem hana samþykkja vinsælast gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í síðasta liðin í dagskránni sem er erindisbréf ungmennaráðs sem kemur hér inn til fyrri umræðu í bæjarstjórn og þetta er mál sem að kom hér fram frá ungmennaráði á sameiginlegum fundi með bæjarstjórn og nú kemur hér það sem að þau voru sérst að kalla eftir því að tímabil skipan fulltrúa í ungmennaráði yrði lengt úr 1 ári í 2 og hér kemur inn erindisbréf uppfært í samræmi við það en auk þess var uppfært í erindisbréfinu að fundagerðir ungmennaráðs fái staðfestingu hér í bæjarstjórn og orðið er laust erindisbréf ungmennaráðs. Það er enginn að biðja orðið og þá ætla ég að bera upp til samþykktar bæjarstjórnar að vísa erindisbréfin til síðari umræðu í bæjarstjórn.
Þau sem þá samþykja vinstra skjámerki, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá dagskrá fundarins tæmd. Það verður boðað til næsta bæjarstjórnarfundar þann 22. júní með dagskrá. Ég þakka fyrir fundarsetuna, segi fundi slitið.